Í þessari kynningu ætla ég að fjalla jöfnun launa milli markaða og launaþróunartryggingu. Með jöfnun launa milli markaða er vísað til loforðs sem að stjórnvöld gáfu samtökum launafólks á opinberum vinnumarkaði vegna breytinga á skipan lífeyrismála á opinberum vinnumarkaði árið 2016. Í loforðinu felst að það eigi að jafna launin milli opinbera og almenna vinnumarkaðarins og tryggja að ekki sé kerfislægur og ómálefnalegur launamunur á milli markaða. Og þessari jöfnun á að vera lokið fyrir árið 2026. Það var krafa BSRB að það yrðu tekin markviss skref í kjarasamningum núna og niðurstaðan er sú að sú nefnd sem hefur unnið að því að jafna laun milli markaða, hún heldur áfram sinni vinnu við að greina launamunin milli markaða eftir hópum. Það er hins vegar mjög flókið að greina munin, ekki síst vegna þess að flestir starfshópar hjá hinu opinbera eiga sér ekki samanburðarstétt á almennum vinnumarkaði. Nefndin vinnur hins vegar eftir tímaramma núna sem tryggir að hún á að ljúka við sína greiningu og leggja mat á launamunin fyrir 1. nóvember 2020 og á sama tíma á hún að leggja fram áætlun hvernig eigi að jafna launin hjá þeim hópum sem að eiga inni. Á þessu kjarasamningstímabili verður unnið að því að jafna launamunin upp að 2/3 fyrir árið 2024. Það er líka nýtt að nefndin hafi ákveðin tímaramma sem tryggir að fyrsta greiðsla til þess að jafna munin er tímasett 1. janúar 2021. Í kjarasamningunum er einnig bókun sem felur í sér að stefnt verði að samkomulagi aðila vinnumarkaðarins á opinberum vinnumarkaði launaþróunartryggingu. Launaþróunartrygging á að tryggja að launaþróun sé svipuð hjá opinberum starfsmönnum og almennum vinnumarkaði. Hún felur í sér að opinberir starfsmenn eiga þannig að halda í við almenna launaþróun á tímabilinu. Það eru hins vegar ekki allir búin að ljúka við sína kjarasamninga og þess vegna verður samkomulagi gert að því loknu. Það er líka mjög mikilvægt að tryggja að jöfnun launa viðhaldi sér og þess vegna er launaþróunartryggingin ein leiðin til þess að tryggja það.